Nú ætlum við aðeins að skoða vaxtavexti í töflureikni. Hafþór ætlar að leggja inn 1.000.000, hvað getur hann tekið út eða hvað fær hann mikla vexti eftir 10 ár. Ég ætla að skrifa 1.000.000 hér, en þetta er ekkert voða læsilegt. Ef ég fer hérna í að sníða hólf og vel gjaldmiðil, ég vil enga aukastafi, ég get valið hér hvaða gjaldmiðil, ég vil hafa krónur, og þá verður þetta miklu læsilegra. Ef ég fer að skrifa KR hérna fyrir aftan, þá er ekki víst hann geti reiknað með það. Síðan ætla ég að setja árin inn hérna. Ég nenni ekki að skrifa alveg frá 1 og upp í 10. Leðu ég búin að velja fleiri en eina tölu í röð og dreg bendilið niður. Nota krossinn í horninu. Þá klárar hann þetta fyrir mig að skrifa 1 og upp í 10. Hér set ég inn formúlu jafnt og lánsfjárhæðin sinnum prósentan, en þarna fengi ég bara vextina, en ég vil fá innistæðuna. Þá þarf ég að leggja við upphaflegu fjárhæðina. Svo ætla ég að gera þetta aftur hérna. Þess að talan frá því fyrra sinnum vextirnir pluss innistæðin í fyrra. Þið sjáu hann fekk 10 skall í vexti eftir fyrsta árið, en 10.100 næst, því að þá fær hann vexti af 10 skallinum líka. Ef ég fer að draga þetta niður núna, þá lendi ég í vandræðum. Ég skal bara sýna ykkur hvað gerist. Ég fæ bara bull, því að hún er að reyna að margfalda, sem sagt, ef þið förum inn í reitin, hún er að margfalda saman C5, sem er þessi hérna reitur, sinnum C4 sem er þessi hérna reitur. Því að formúlan áðan var, sjáðu, að margfalda reitina 2 fyrir ofan og leggja svo við. En hér er reiturinn 2 fyrir ofan þessi hér en ekki þessi hér. Það sem ég þarf að gera til þess að þetta virki er að prósentan, sem á alltaf að vera svo sama, þarf að vera föst, og þá set ég dollaramerki fyrir framan bæði C og 3. Ef ég set bara dollaramerki fyrir framan C, þá festur hún bara C-röðina. Ef ég set bara dollaramerki fyrir framan 3, þá festur hún 3-röðina. Og núna þegar ég drega þetta niður, þá virkar þetta, sjáðu. Og hann fær 104.622 krónur í vexti eftir 10 ár og á þannig 1,1 milljón rúmlega. Nú þarf ég bara að gera eins fyrir, og ég þarf alltaf að gera fyrstu 2 reitina sjálfur. Og fara hér inn og festa. Og leiðu ég er búin að festa, og það er svolítið merkilegt, sjáu þið. Maður myndi að halda að því hér er helmingsmunur á vöxtunum, þetta er 2-faldir vextir hérna. Ég fæ meir en 2-fald, af því að þetta eru margföldunaráhrif. Hérna er 100 á, ef ég myndi 2-falda þetta, ætti ég að fá 208.000, en ég fæ 218.000. Sama hér, við völdum bara áfram, 1.000.000 sinnum vextirnir pluss upphaflega fjárhæðin. Þess að nú rak ég mig eitthvað viðlaust. Förum hér inn, þetta sinnum vextirnir pluss. Svo þarf ég að fara hér inn og festa 3 reitin, slæði þetta niður og sjáðu, ég fæ aftur töluvert meir en 2-földun á vöxtunum. Þetta er pínu handavinna. Jaft og þetta sinnum vextirnir pluss talan í fyrra. Og nú festi ég F3. Svona. Og síðasta
og festum hérna G3 ef ég vil sýna bara vextin eftir 10 ár þá þarf ég að gera hérna jafnt og þessi tala mínus upphaflega fjárhæðin. En af því að ef ég ætla að draga þetta til þá þarf ég að festa hérna þennan reit því að hann er alltaf sá sami. Því að nú get ég dregið þetta út og ég fæ alltaf vextina. Og þið sjáuð á 10% vöxtum þá er þetta búið að meira en tvöfaldast. Ég fæ 1,5 milljón í vexti af 1 milljón á 10 árum. Ef eins og ég sagði, vextirnir eru 10% en við fáum nú sjaldgæft við fáum 10% vexti af innlánum. En þá er þessu lokið.